Já. Ég segir, sérðu það þegar það kemur merki? Það á að Jú, vera komið núna. jú, ég sá nú reyndar áðan, live upp í hátinu hægra megin. Ég voru live allan tíman bara. Það er komið live. Flottir. Heyrðu, Gústi, Já, ætlað þú ekki að hérna sinna Facebook eins og þú gerir já, alltaf sjálfsög. af mikilli festu? Heyrðu mig, þá set ég fund settan og við erum komin í loftið. Þetta er 27. fundur íbúðaráðs, háleitis og bústaðahverfis og hann er bæði í hérna netheimum og fólk er líka mætt á svæðinir í hvaða ráðhús sýnist mér. Fundurinn er sömuleiðis sendur út á YouTube, er það ekki? Jú. Og YouTube útsendingunni er svo deilt á hérna íbúagrúppum hérna 108 hverfið mitt, hérna íbúagrúppu bústaðahverfis og íbúar í háleitis og háleitiskverfi. Það er tvær íbúagrúppur fyrir þennan borgarhluta. Við göngum til dagskrár, fyrsti liður á, nei, nú man ég hvað ég ætlaði að byrja á, ég er búin að tala með þauðan heimi. Ég ætla að biðja leyfi fundarins til að bæta 2 liðum á dagskrá fundarins. Það er annars vegar að taka til greina hérna umsókn í hverfisjóðin. Fæ ég samþykki fyrir því? Gott mál. Og hitt atriðið, Sigurlaug, hvað var það? Það var eitthvað eitt í viðbúð. Það var, jú, það var Það hann var Baldur. skipun fulltrúa íbúasamtaka. Nákvæmlega. Það er skipun fulltrúa íbúasamtaka bústaðahverfis, Baldur Pétursson. Hann er semst formlega skipaður núna, fulltrúi í íbúaráði Háaleitis og bústaðahverfis og hérna, já, íbúasamtök Háaleitis og íbúasamtök bústaða og Fossvogshverfis hafa komist að samkomulagi vegna setu fulltrúa íbúasamtaka í hverfinu íbúaráði Háaleitis og bústaðahverfis. Í samræmi við samkomulagið hafa íbúasamtök bústaða og Fossvogshverfis tilnefnt Baldur Pétursson sem aðalfulltrúa íbúasamtaka í íbúaráð Háaleitis og bústaðahverfis. Vertu velkominn, Baldur. Þetta er í rauninni bara lagt fram og hérna og þið veittu mér samþykki til að taka fjalla þessa umsókn, en við gerum það síðast á dagskráni vegna þess að sá fundarliður verður lokaður. Eðli málsins samkvæmt þá eru allar umræður umsóknir teknar fyrir á lokuðum fundi. Já, sem sagt, fundurum er lokað fyrir þær umræður og hérna og þann dagskrálið. Þannig að en nú ætlum við að ganga sem sagt bara til fyrsta liðar. Það er hérna mjög áhugaverður. Dagskrá, já. Já, dagskráin eins og útsenda dagskráin eins og hún var send út fyrir viku síðan ólöglega. Við fáum kynning á foreldraþorpinu sem er ótrúlega spennandi verkefni. Þetta er samstarfsvettvangur foreldrafélagi í hverfinu. Þau hafa verið að gera alveg frábæra hluti í allavega nokkur ár, mjög öflugt samstarf, en það er Guðrún Elísabet sem veit miklu meira um þetta heldur en ég, þannig ég ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnastjóri lýðheilsumála í þjónustumiðstöð Laugardals, Háaleitis og bústaða, fól mér þetta verkefni að kynna fyrir ykkur foreldraþorpið. Bara ánægilegt að fá að kynna það fyrir ykkur í dag. En árið 2016 að frumkvæði verkefnastjóra í þjónustumiðstöðinni var ákveðið að funda reglulega og formfesta samráð fulltrúa frá stjórnum foreldrafélaga, fulltrúum foreldra í skólaráðum með það að markmiði að koma á vettvang innan LH til að hittast og halda samfellu í samstarfi. Foreldraþorpið er samstarfsvettvangur 8 grunnskóla í Laugardal, Háaleiti, Bústaðahverfi. Foreldraþorpið er samstarfsvettvangur 8 grunnskóla í Laugardal, Háaleiti, Bústaðahverfi Reykjavíkurborgar og eru þessi skólar Breiðagerðisskóli,
Fossvogsskóli, Háaleitiskóli, Langholtsskóli, Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Réttarhússkóli og Vogaskóli. Foreldraþorpið hófst formlega eða hóf starfsemi sína formlega árið 2017 og í því sitja 1-2 fulltrúar sem kjörnir eru af foreldrafélögum hvers skóla sem miðla þar á milli þekkingu og reynslu. Foreldraþorpið á fulltrúa í forvarna- og heilsuteymi, LHB, forvarnir og lýðheilsumál eru helstu verkefni hópsins og hefur hann staðið fyrir stórum sameiginlegum fræðslufundum fyrir foreldra, sent ályktanir og hvatningar til opinberra stofnana og aðila sem koma að forvörnum barna og unglinga. Tengiliður foreldraþorpsins í Reykjavíkurborg er Helga Margrét Guðmundsdóttir sem hefur oft sitið hér fundi með okkur og hún er verkefnastjóri lýðheilsumála í þjónustumiðstöð Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis. Við höfum, og svona eitt af okkar verkefnum sem við höfum staðið fyrir nýlega er að þessir 8 grunnskólar sendu frá sér sameiginlegan hvatningapóst til allra foreldra barna í eftirtöldum skólum og vöktum athygli á nýrri Facebook síðu sem er mjög virk þar sem við setjum ýmislegt sem tengist því sem við erum að gera og eins rafræna fyrirlestra og svona sem við höfum staðið fyrir. Eins á Samfók má finna ýmsar upptökur af fyrirlestrum sem foreldraþorpið hefur staðið fyrir undanfarin ár. Facebook síða foreldraþorpsins er Foreldraþorpið, það er mjög einfalt að finna okkur á Facebook og svona eitt af því nýjasta sem hefur verið á dagskrá hjá okkur var að seinasta nóvember, 10. nóvember vorum við með fræðslu erindi í framheimilinu í Safameyri sem við kölluðum Fram af brúninni og þar komu saman 3 áhugaverðir fyrirlestrarar og fræddu foreldra miðlanotkun, samskipti á netinu og miðlanotkun. Og svo kom Birta Björnsdóttir, verkefnastjóri jafnréttis- og ofbeldismála frá IBR og var með erindi eru börnin okkar örugg í íþróttastarfi. Þetta er svona hitamál sem hefur verið mikið rætt innan skólana, alls konar klefamenning og orðræða og ýmislegt sem börnin okkar standa frammi fyrir nú til dags. Á þeim fyrirlestri var Gunnlaugur Vaff Guðmundsson, forstöðumaður Flotans sem er flakkandi félagsmiðstöð líka með áhugavert erindi og deildi svona því sem hann er að upplifa þessa dagana. Hann fer á milli félagsmiðstöða og ræðir við krakkana og hefur svona svolítið snertiflötu því sem fer á milli þeirra. Og foreldraþorpið hittist mánaðarlega niður í þjónustumiðstöðinni sem er staðsett í útvarpshúsinu og virkilega vel mætt á þessa fundi og eins og ég sagði áðan það eru 2 fulltrúar frá hverjum skóla sem sitja við borðið og svo eru varamenn ef einhverju forfallast. Þannig að þetta er svona það helsta sem ég hef að segja kannski foreldraþorpið. Þetta er gróskumikið starf og óbóðslega dýrmætt að geta sest með þessum fulltrúum frá öðrum skólum og spegla sig svolítið í starfinu og hvað er að gerast innan skólana. Hvaða áskorunum við stöndum frammi fyrir og hvers konar forvarnastarf við þurfum að einblína á. Og já, þetta er svona það helsta kannski sem ég hef að segja. Er einhverjar spurningar? Þekkið þið foreldraþorpið? Já, ég man allavega eftir mjög stórum fundi í Laugardalshöllinni, allri Laugardalshöllinni. Það var í svona ráðstefnusal þar sem var bara býsna þétt pakkaður. Þetta var fyrir alveg svona 4 árum síðan, sko. Þannig að, manstu hvað þetta er gamall vettvangur? Sko, ég sagði áðan að árið 2016 kom til tals að frumkvæði þá
Helgu Margrétar að koma svona starfsemi á laggirnar en árið 2017 er formlega stofnað foreldraþorpið. Já, Þannig að þetta einmitt. er búið að vera frá því 2017. Þá orðið bara alveg 5 ára sko, Já. og þetta hefur þá verið sjálfsagt einn af fyrstu fundunum. En það sem mér finnst alveg magnað við þennan vettvang, svona hlutir fara oft af stað með miklum krafti, oft út af einhverju ákveðnu fólki sem svona leiðir þessa vinnu, svo kannski eldast börnin þeirra og eitthvað, þá lognast vinnan stundum út, það kannast ekki við svona. En Jú, það sem, algjörlega. þú veist, mér finnst alveg 5 ár, mér finnst, þú veist, og það er engin sérstök merkjum að þessi vettvangur sé að lognast út og bara þvert á móti, virðist bara styrkjast með hverju árinu. Og þannig að það er bara rosalega mikilvægt að það sé þá alltaf líka nýjir foreldrar en yngri barna, því að þú veist, þegar börnin eldast þá svona kannski fer fókusinu eitthvað annað og fólk flytur í hverfið og svona því betur sem að þessi vettvangur er búin að festa sig í sessi, því sterkari bara. Sko, já, því sterkari verður hann. Já. Mér langar svolítið að spyrja hvort þú vitir hvað eru búin að ræða svolítið kannski áskorunar framundan, hvort það sé einhver svona sérstök málþing eða fyrirlestrar eða eitthvað þess að sem eru framundan þá, og kannski í tengslum við einhverjar ákveðnar áskoranir sem hafa verið ræddar meir en annað í hverfunum. Já, sko það sem var svona ofarlega á baugi og við vorum svolítið í biðstöðu með voru þessi 3 erindi sem við þessi viðburður sem var haldinn í nóvember. Af því að við vorum einhvern veginn búin að vera bara í startholunum að reyna að keyra þetta í gang og langaði að bjóða hvort tveggja upp á viðveru, að fólk geti komið á fyrirlesturinn og eins að það væri til upptaka sem við getum þá nýtt okkur áfram og foreldrar bara komandi seinna meir getur þá nýtt sér. En það sem hefur verið svona ofarlega, við höfum rætt voða mikið þessi ofbeldismenning. Það hefur verið, okkur hefur fundist bæði orðræða á meðal barna, hún sé orðin svona svæsnari og eins þessi hópamyndanir að einhver svona slagsmál sem kannski hafa verið fyrirferðarmikil og við höfum heyrt af og meðal annars fengið upplýsingar frá starfsmönnum þessar hreyfanlegu félagsmiðstöðvar sem svona er alveg sammála þessi tilfinningur okkar er rétt. Það er kennarar tala það líka að orðbragðið er orðið bara svæsnara oft og og þetta er eitthvað sem við þurfum kannski að fókusa svolítið á, netnotkun barna líka. Þetta eru svona málefni sem eru svolítið ofarlega í huga okkar þessa dagana af því að það æðir áfram bara þessi tækniþróun og við þurfum að vera svolítið vakandi yfir hvaðan börnin okkar er að fá fyrirmyndirnar. Það er yfir að þeirra er á daginn. Þeir fram að skjána kannski 5-6 tíma á dag og þannig að þetta er eitthvað sem við erum svolítið og bara flestir skólarnir sammála að þetta séu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir hér og nú. Þannig að nú erum við svolítið að sigta úr hvað við ætlum að fanga í næsta fyrirlestur okkar. Já, nákvæmlega. Og það er ekki bara mitt þetta svona einhver ákveðin ofbeldishegðun, heldur þetta líka svona, virðist vera hefur tekið eftir í Breiðagerðisskóla, einhver svona leikur sem er svona blanda af leik og ofbeldi. Þannig að það er svolítið erfitt að aðskilja eða skamma krakkana, þetta er allt í djóki og þetta er bara verið að leika sér. En einhvern veginn á svo ýktan hátt og svo er alltaf einhverjir sem að annarkvort eiga erfiðara með að leika eða hætta því þá eru þeir einhvern veginn ekki eins ekki með í hópnum en þola þetta í raunin ekki. Akkurat. Þannig að þetta er svona. En við höfum þrátt fyrir COVID og alltaf höfum við verið að halda svona rafræna fundi bara eins og við hér. Þannig að starfið okkar samtalið hefur alveg haldið við höfum haldið mjög góðri tengingu gegnum COVID, þannig að þetta er svona, mér finnst þetta að vera efst á baugi hjá okkur enn
enn sem komið en það ekkert langt síðan fókusin hjá okkur var á orkudrykki og svefnvenjur og og svo höfum við rætt og velkomuverkefni hefur svolítið verið upp á borðum hjá okkur hvernig móttaka okkar hvernig við tökum á móti nýbúum innan skólana þannig að það hefur verið svona okkar hugleikið og eins bara hvernig við nálgumst þetta fólk í samskiptum, tölvupóstum og annað. Við þurfum oft að senda erindi á fleiri en einu tungumáli. Þetta oft krefjandi fyrir stjórnir foreldrafélaga að standa í þessu, nálgast þennan hóp, en við erum rosalega mikið að ræða hvernig við getum gert betur í þeim málum. Þannig að, og ég held að það sé nú bara ofarlega á baugi líka bara inn á skólana, skólastjórnendur séu líka svolítið að hugsa þetta. Hvernig við getum virkjað allt þetta fólk sem allar þessa nýbúa sem komin í grunnskólana. Ok. Einhverjir aðrir sem hafa spurningar? Nú ég búin að vera einunga spurningun og umræðin eftir að Guðrún var búin að tala. Ég hef kannski ekki spurningu en það bara þið eigið mikið rós fyrir þetta mikla og góða starf. Bara flott. Takk fyrir. Ég held sko að drifkrafturinn í þessu starfi svolítið Helga Margrét. Hún hefur verið mjög lagt mikla áherslu á að fleiri en einn fulltrúi mæta á fund frá hverju skóla, einmitt til að halda þessari samfellu. Eins og þú varst að tala Dóra áðan að það svona lenskan og oft þegar einn öflugur dettur út að þá verður eitthvað slit í starfinu. Þannig að hún sko svo reynslumikil, hún veit alveg sko hversu mikil verðmæti felast í því að reyna að hafa fleiri sem sitja við borðið. Já, og þetta sýnir okkur kannski líka hvað það mikilvægt að það sé einhver starfsmaður eða starfskraftur á launum sem hefur aðgang á svona verkefni því að sko foreldrar og fólk getur lagt oft heilmikið á sig í sjálfboðavinnu í tengslu við bara áhugamál sín og börnin verða gjarnan aðal áhugamálið en svo einmitt þegar sleppir að það sé einhver þráður sko þannig að það kannski beinaðist aðeins til þjónustumiðstöðvarinnar. Þetta rosalega mikilvægt að það sé tengiliður sem starfskraftur. Ég finn það bara sitjandi hér fyrir hönd foreldrafélagana að það væri, og ég veit að það stendur til, að það væri svo dýrmætt einmitt að vera með eitthvað bakland sem myndi miðla upplýsingunum því að það alveg heilmikil vinna að hafa upp á öllum, eru þau með erindi til að leggja fyrir íbúðaráðið og allt þetta. Að það alveg ofboðslega dýrmætt að hafa einhverju svona tengingu eins og inn í þjónustumiðstöðina. Bara til að fá sem mest út úr fólkinu sem starfar fyrir grasrótina. Ég mætti aðeins bara leggja orðið belg með þetta. Það náttúrulega er Helga að vinna mjög gott og öflugt starf í tengslum við þetta verkefni. Alveg eftirtektarvert. Það er ekki bara spurning samfellu, heldur líka bara samstöðu. Við vitum að í þessu íslenska forvarnamódeli þá skiptir sko foreldrarnir lykilhlutverki í öllu forvarnastarfi og bara við tökum hverfin og ef það er samstaða innan foreldrahópsins þá svona kannski minni líkur á því að það verði einhver vandamáli eða þau verða færri má segja. Þannig að það er mjög mikilvægt að reyna að halda þessu starfi gangandi. Ég meina börnunum þau halda áfram að verða til og koma sko þó að foreldrarnum kannski verði einhver útskipti. Þannig að það er svona mjög mikilvægt að hafa þetta utanumhald hér myndi ég telja og við náttúrulega erum að þétta samstarfi hér í tengslu við þessar breytingar sem eru að verða við varðandi betri borg fyrir börn. Þannig að núna erum við komin hér innanhús með eins og fagstjóra í grunnskólunum og leikskólunum og við erum komin inn með starfsfólk úr frístundamiðstöðinni þannig að þetta horfir bara til betri vegar allt saman þó að það sé búið að gera einstaklega gott starf hingað til með þessu verkefni. Ég er sammála. Ég held að þetta sé allt bara á réttri leið. Það sem ég vil líka bara bæta þá við er sko að þetta ekki bara mikilvægt að hverfalevel því að nú líka ljóst að þetta samvinna á milli hverfa og krakkar auðvitað og sérstaklega unglingar eru vinir þvert á hverfi og þau hittast í tómstundum og tengjast
Og já, það er mjög mikilvægt einhvern veginn að hvert og eitt hverfi sé ekki eins og hverfisstemningin er mikilvæg að sem sagt, þetta eru nokkrir skólar að vinna saman og byggja og þar með líka verður vettvangurinn stærri og öflugri, bara hreinlega fleira fólk. Akkurat. Við höfum líka fundið eins og í COVID-inu, sumir hafa verið það hefur verið svo langt bil á milli skoðana og svona varðandi viðburði og bara hvernig við eigum að haga okkur og er fundastarf öflugt og allt þetta, þannig hefur við getað speglað okkur svolítið og þá hafa þeir gefið í þeir skóla sem hafa kannski, þeir bara það er alveg gerlegt að halda reglulega fundi þó að sé COVID og allt þetta, þannig að þetta er svona svolítið spark í rassinn, við getum speglað okkur fram og tilbaka, tekið það sem aðrir eru að gera og eru að lukkast vel og tekið til okkar það sem mætti gera betur. En ég held að það sé svo sem ekki, ef það er ekki fleiri spurningar, þá hvet ég ykkur bara til að fylgja okkur á Facebook, það er Foreldraþorpið og mjög aðgengilegt og auðvelt að finna okkur þar. Og svo eins að nálgast þarna ýmis fræðslumyndbönd, Samfók hefur verið mjög á heimasíðu Samfók, þeir hafa sett inn myndbönd frá okkur, frá fyrirlestrum sem hafa verið haldnir á vegum Foreldraþorpsins. Mjög gott. Þá bara þakka ég fyrir. Voru nokkuð fleiri athugasemdir eða spurningar? Það er bara skýrt og gott. Takk kærlega fyrir þetta. Beta. Og þá ætlum við að fá hana Hólmfríði aftur. Mátt koma í mynd gjarnan, Hólmfríður. Sjáu þið mig eða? Nei, við sjáum bara fína nafnið þitt. Nú, hvað er þetta? Ég er nú búin að ýta á allt, held ég. Ég var bara my preview. Ok. Þú ert með kameru, er það ekki á? Jú, ég er bara með síma minn, sko. Og þýðir ekkert að ýta vídeó, stopp-vídeó, eitthvað? Stop my video, kannski. Já, þetta er þetta niðri við hliðina á mute-takkanum, þá í þessu kerfi, það er sérst mute og svo er vídeó, prófa að ýta það. Svona. Nei. Sko. Þannig var hann konan. Heyrðu, ég ætla bara að tilkynna að nú ert þú bara alltaf á fundunum hjá okkur. Kemur bara með eitthvað. Hólmfríður kom síðast inn á fund hjá okkur og kynnti okkur bara mjög öflugt félagsstarf kirkjunnar í hverfunum og hvaða hópar eru svona helst að tengjast inn í það og ég held að við getum öll sagt að það var töluvert meira heldur en flest okkar áttu von á. En núna ætlar hún að koma og segja okkur frá hverfishátíðinni sem er nú bara, held ég, óhætt að segja, aðalsmerki, allavega bústaðahverfis og við höfum alltaf verið, sérstaklega ég og Helga Margrét og montar að því að svona fyrir COVID og allt þetta, það kom alltaf sjónvarpið í bústaðahverfi til að taka mynd af skrúðgöngunum á sumardaginn fyrsta, þannig að við svona höfum gjarnan verið bara flottust, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, á sumardaginn fyrsta með þessa hverfishátíð. Og nú hafa aðilar í hverfinu verið að hittast og skipuleggja hátíðina, meðal annars Víkingur, Fannar, framkvæmdastjóri þar og Hólmfríður kirkjunnar og fleiri aðilar. Og ég hef ekki getað komast að þessa fundi, en Hólmfríður veit meira málið, svo bara yfir til þín, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það er gaman að segja frá því að ég kom í bústaðahverfið fyrir, það eru 24 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og þá var þessi hátíð löngu orðin föst í sessi. Og þannig ég hugsa að þetta spanni yfir 30 ár örugglega það að hafa haft þessa hátíð. Og Víkingur og kirkjan og skólarnir, skátarnir og skólahljómsveit Austurbæjar, þau hafa unnið saman að þessu verkefni fyrst og síðan kemur íbúðaráð borgarinnar inn í þetta og tekur í rauninni við af íbúðaráði sem hafi verið áður. Ég kann nú ekki alveg söguna en Helga veit alveg allt þetta. En þetta hefur verið þannig að við höfum hist sem sagt svona 2 mánuðum fyrir sumardaginn fyrsta
og Víkingur hefur séð að grilla pylsur, byrja svona hádegið hjá Grímsbæ fyrir neðan þarna, þar sem gengið inn í búðina. Einu sinni var það 10-11, nú það krambúðin og þeir hafa fengið þessar búðir til þess að styrkja þá að gefa pylsur og allt sem til heyrir til þess að grilla þarna og meistaraflokkur hefur yfirleitt verið að grilla. Síðan hefur verið gengið fylktu liði með skátana í fararbroddi og skólahljómsveit Austurbæjar frá Grímsbæ og upp í Bústaðakirkju og þá hefur hljómsveitin spilað lítið þarna fyrir utan og síðan hafa bara allir labbað inn í kirkju og þar hefur verið svona hálftíma, 40 mínútna dagskrá. Það hefur verið, eldri borgararnir hafa verið með eitthvað innlegg, línudans oft. Oft hefur formaður nemndarans í Réttó verið með smá tölu eða einhverju fleiri úr hverfinu og síðan hafa verið upplestur og söngatriði, þannig þetta hefur verið svona 30 mínútur, eitthvað sirkast þannig. Svo hefur verið, fólk hefur bara farið niður í Vík og þar hefur verið tertuhlaðborð eða kökuhlaðborð og allir boðið upp á kaffi og köku og þá hafa skátarnir verið þar með eitthvað fyrir krakkana og félagsmiðstöðvarnar hafa líka tekið þátt í þessu og það hefur verið kannski andlitsmáling fyrir börnin og þetta hefur bara verið svona skemmtilegt samstarfsverkefni allra þessa hópa sem náttúrulega tengir bara hverfið og okkur sem erum að starfa í hverfinu bara ennþá betur saman. Ég held ég sé nú bara búin að svona fara alveg yfir svona fyrirkomulega á þessu. Eitthvað sem þið bara spyrjið mig endilega. Og bara til þess að hafa það á hreinu þá þetta 21. apríl sem sunnudagurinn 1. Ekki, já, þetta þarna 50-dagurinn eftir páska. Já, það 21. Já. Og byrjar byrjar hádegisbil? Þetta hádegisbili. Við munum setja auglýsingu í hverfisblöðin, hverfisblaðið sem kemur út og síðan bara auglýsa þetta náttúrulega bara á miðlunum, Facebook og öllum og hverfasíðunum. Já. Og við erum allavega búin að fá pulsur, það búið að fá viljanir fyrir því og já. Dast út á pulsunum? Já. Já, og og bardakór úr Breiðagerðisskóla ætlar að syngja og svo ætla náttúrulega eldri borgararnir og Hæðagarði þau ætla að dansa línudans og þetta allt svona, þetta alltaf að verða bara klassískt og skemmtilegt. Já. og svo kökuhlaðborðið, það líka svona. Já, og Fannar hafði áhyggjur af því að þetta ekki verið síðustu 2 ár út af COVID, að ekki nóg tertur, þannig að kvenfélagið búið að lofa því að koma með maristertur og pönsur allavega á borðið, svo það verður allavega það. Já, gott. Dásamlegt bara. Einhverjar spurningar þetta, kannist ekki flest við þetta? Jú, heldur betur. En það bara, að ég er bara ógeðslega spenntur, bara að loksins fá hátíð. Já. Ég held að það sé bara svona, aðalega bara svona orkan hjá fólki núna. Það bara, maður er bara ótrúlega til í þetta. Ég held að séu allir bara mjög sáttir við ég held við verðum bara eins og kýrnar út á vorin, sko. Nákvæmlega. Já, einmitt. Við erum óð á öllum hátíðum. Þetta eiginlega svona markar svolítið byrjunina á hátíða svona dagatalinu svo. Þetta komið 17. júní og menningarnótt og við höfum eftir að vera springandi og gleði bara öllum þessum hátíðum. Já. Það er bara frábært. Þetta verður kynnt svo á síðunni 108 eða hvað, fljótlega. Já, við setjum allt þangað inn. Mér dettur í hug kannski
ég veit ekki hvort það megi en senda biðja skólanum að senda áminningu. Þetta auðvitað líka svo mikið barnahátíð bara þannig að fólk missi ekki af þessu eða ég veit ekki, ná til kannski útlendra foreldra eða sem eru kannski ekki inn á grúppunum eða eitthvað þess háttar. Já, Eða þeirra sem eru nýkomin í hverfið. það er kannski, ég veit ekki hvort að foreldraráðið megi senda eða, Já, kannski betur að þú tækir þetta svolítið til þín að Já, ég var einmitt á fundinum með henni skipulagsfundinum núna nýlega. Við Já. skoðum það hvort að það sé ekki möguleiki. Það væri mjög skemmtilegt. Já, það er svona kannski annarkvort að senda auglýsingunni en allavega bara minna á að þú veist nánari upplýsingar séu að finna í þessum Facebook-grúppum eða í blaðinu. já, Af því að þetta er alltaf svolítið viðkvæmt að senda pósta á alla en ég meina þetta er nú bara svona, þú veist. þetta er ekkert neitt sem kostar neitt, þannig að það ætti ekki Nei, það er bara verið að bjóða öllum að gera eitthvað skemmtilegt og sem Já. er bara heilnæmt og gott fyrir alla íbúða og börnin sérstaklega sko. Mhm. En ég legg þetta bara svona inn. Já. Heyrðu, Hólmfríður, takk kærlega fyrir þetta og bara Takk fyrir, sömuleiðis. liggur við segi, sjáumst á næsta fundi. Já, nú fer ég að drífa mig á Kemur eitthvað, já, Ha, búið til eitthvað erindi. ok, Heyrðu, allt í lagi, takk fyrir Takk fyrir. kærlega. Já, bless, bless. bless. Þá göngum við til þriðja erindis sem er erindi foreldrafélags Breiðagerðaskóla, krafa aukið umferðaröryggi í grennd við Breiðagerðaskóla og þetta er lagt fram. Ég ætla að biðja þig Sigurlaug að leggja erindi fram sem var sent í dagskránni og sem var sent með útsendi dagskrá. Ég held að sé best að ég lesi það bara, það er líka bara fyrir fundin og þetta er stórt og mikið mál. En efni þessa erindis er krafa aukið umferðaröryggi í grennd við Breiðagerðaskóla. Undirrituð skipa stjórn foreldrafélags félag Breiðagerðaskóla. Breiðagerðaskóli stendur á lóð sem liggur á milli Breiðagerðis í norðri og Hæðagerði í suðri. Á sömu lóð Hæðagerðsmegin er leikskólinn Jörfi. Við götuna er fremur miðstöð fyrir aldraðra og þjónustuíbúðir fyrir aldraðra. Þá er gatan tengileg margra unglinga úr Fossveginum upp í Réttarholtsskóla og reyndar líka það sem kemur ekki fram, hún er líka tengileg margra unglinga úr Háaleitiskerfi. Það er mjög mikið unglingum úr Háaleitiskerfi sem að ganga Hæðagarðinn til að fara í Réttarholtsskóla. Á morgnana er því mikil umferð barna á leið í skóla og leikskóla yfir Hæðagarðinn. Mörg hver eru börnin en að læra almennilega umferðina. Hámarkshraðinn í götunni sem að aukir íbúðagata er 30 km á klukkustund. Borið hefur á því að Hæðagarðurinn sé notað sem gegnum akstursleið, einkum þegar umferð er mikil á Bústaðavegi og hafa mælingar lögreglu sýnt að það bil helmingur ökumanna keyrir of hratt í gegnum Hæðagarð. Slíkt er algjörlega ólíðandi og skapar gríðarlega mikla hættu fyrir börnin okkar sem eiga þarna leiðum. Ljóst er að umferðarlögin númer 77/2019 eru margbrotin við götuna daglega, bæði með ofhröðum og glannalegum akstri. Samanber 37. og 8. grein laganna og 127. grein sem fjallar sérstakar skyldur gagnvart gangandi vegfarendum. Að ná niður hraða í götunni eykir öryggi barna á leið í skóla og tómstundir sem og alla aðra gangandi vegfarendur. Öryggi gangandi vegfarenda hlýtur að vega þyngra en hagsmunir ökumanna að því að komast örlítið hraðar á milli staða. Að mati undirritaðra gæti lausnin verið að bæta við hraðahindrunum og eða fleiri þrengingum til að hægja umferðinni svo gatan verði óaðlaðandi valkostur fyrir gegnumakstur. Önnur lausn væri að loka götunni í miðjunni, til dæmis við leikskólann Jörfa eða í annarkvörn endan. Að líkindum væri það betri kostur en að auka við hraðahindranir því borið hefur á því að bílstjórar auki hraðan mikið á milli hraðahindranna og taki jafnvel fram úr bifreiðum sem keyra á löglegum hraða. Í öllum falli er mikilvægt að brugðist verði við svo allir komist öruggir í skóla og vinnu. Með erindi þessu vil ég undirrituð koma þessum áhyggjum sínum á framfæri og skora á íbúar að Háleitis og Bústaða beita sér í þessu máli. Þannig að þá er ég búin að lesa erindið sjálft sem fór með fundargögnum og mig langar að leggja það til að við sameinumst bókun. Málið er að kannski bara svolítið misskilningi milli mín og Betu sem er jú fulltrúi
foreldrafélagsins í sambandi við bókunum. Bókanir þurfa að vera stuttar, þannig að það er í rauninni nóg að við sammælist bara bókun sem vísar í erindi sjálft. Þannig að Sigurlaug, ert þú til í að setja upp bókunin að senda hann heimir þér ekki? Nei, þú mátt bara senda henni á mig. Ok. Býtu nú við. Kannski ég nefni svona meðan þú ert að senda, það er annað sem okkur hefur svona, við höfum verið að líta til að þarna í hæðagarðinum eru oft bílar sem sagt lagðir beggja vegna við götuna. Og þar eru ekki merkt stæði hinum einn, þannig að lágir ungir vegfarendur á dimmasta tímanum sjá illa kannski út á götuna. Og svo kemur kannski snögg bíll á ofsa hraða og það er svo, maður fær alveg í magan bara, þetta er algjör hnútur eiginlega. Já, nákvæmlega, en á móti kemur kannski bara að þá er einn örlítið kostu við það að þegar það er lagt báðum megin þá þrengist gatan og þá er erfiðar að keyra hraðar og þú veist, þá verður hún allavega á einu stað eins og einbreið og bílarnir geta bara ekki mjög hægt, sko. Já, en það er bara svo erfitt að sjá út á götuna þegar einhver kemur á ofsahraða, sko. Já, nákvæmlega. Sigurlaug, hvað er netfangið þitt? Sigurlaug? Sigurlaug.anna.jóhannsdóttir. Reykjavíkur póstföng. Einstu eitthvað í þetta? Já. Ég var að spáði hvort það gerir spáði það að setja myndavél, eftirlitsmyndavél. Það er oft svolítið sterkt. Ég er búin að senda Sigurlaug. Heyrið ekki í Hilmari? Jú. Algjörlega, það er eitthvað sem geti verið heillandi kostur, sko, eða eitthvað blikkandi ljós, hraðavarða svona tílukall eða eins og Réttarholtsveginum, ég veit ekki, ef ég skríði við 30 upp Réttarholtsveginn og tekið mig alltaf á. Það er svona markmið að fara allavega aldrei yfir 35. Svo er bara fjölga okkur, þú sér það eru komnir farandskennslustofur við Breiðagerðisskóla og við Réttarholtsskóla, þannig að nemendum er að fjölga í hverfinu. Það eru fleiri vegfarendur á ferli líka. Það er svo margt að líta í. Það þýðir fleiri gangandi, fleiri keyrðir í skóla, þannig að það er svona í mörg horn að líta. Já, nákvæmlega. Má ég spyrja aðeins? Já. Er búið að áhættugreina þetta mál? Nei, ég held að sé svo sem ekkert búið að gera neitt nema við bara í ráðinu við, sko, þess að stendur þarna í þessari tillögu minni sem ég legg núna fyrir ráðið þarna síðast, íbúðarriðir ítrekar enn frá fyrir bókanurum og frá umferðarráði í hverfinu, þar með talið í Hæðagerði og fleiri götum, því það hefur líka verið talað um þetta Sogavegi. Og ég bara minni á atvik sem gerðist fyrir svona 2-3 vikum þegar ökumaður undir miklum áhrifum einhverja efna ók á 100 km hraða og þú getur sjálfur sér, sko, það er hægt að velta fyrir sér, sko, hversu klikka það sé. En það sem að truflaði mig ennþá meira var að þetta sé yfir höfuð hægt, að gatan sé einfallega þannig hönnuð að það sé hægt að keyra 100 km hraða, að einhverju brjálæðingar geti gert það. Þegar ef það eru þrengingar eða annað, þá er það hreinlega ekki hægt að bara keyra einhvern veginn á einhverja litla staura eða stólpa eða einhvern fjandann, sko. En nei, það er ekkert búið að held ég áhættugreina. Við erum í raun bara að kalla eftir því að þetta mál verði það verði gert eitthvað. Það sem að sko líka er að það liggur fyrir sko áætlun lækkaðan hámarkshraða í hverfum og ég hef svolítið á tilfinningunum að það hafi ekki verið gert í þessu vegna þess að þessi áætlun liggur fyrir. En það er alveg ljóst eins og í Hæðagerðinum, það er bara 30 km aksturshraði. Ef honum væri fylgt eftir þá væri það bara fínt, en það eru bara helmingur sem er að keyra á 40 til 50.
sem allt of mikið fyrir börn að leið í skóla og sem fara yfir götuna. Má ég spyrja ykkur, hafið þið eru hraðavara svona skilti? Nei. Svona blikkandi? Nei, það væri nefnilega ansi góð. Já, eða kemur svona fýlukall, þú veist, eða mælir hraðan og birtir hann? Já, nei, það er ekkert svoleiðis, það er bara réttarfarsveginum. En þið getið prófað að senda inn ábendingu í ábendingavefinn, hafið þið gert það? Nei, ekki við. Ekki fyrir þessu, nei, Þetta er kannski akkurat kjarninn í minni spurningu, vegna þess að þetta er gott mál, mjög mikilvægt, það er ekki málið, heldur hitt að ef við byrjum með einhverju generalausnir, þá er ekki víst að þær verði reitt betri þegar upp í staðið, vegna þess að það er ekki búið að áhættugreina vandann sem þyrfti að byrja á og koma með allar mögulega lausnir eins og fýlukall og jafnvel blikkandi gangbraut, hún er til með ljósum og annað þvíumlíkt, praktískt sem virkilega er skjótvirkt drífum við þessu núna. Til dæmis þessi fýlukall, það er bara framkvæmdaratriði. Kostar lítið, getur komast upp í grænum. Þó hann leysir ekki þetta vandamál í heild sinni, þá er kannski nokkur svona lítil atriði sem geta skipt máli og ástæðan fyrir því að ég spurði, búin að áttagreinda, þar er aðal áhættan, er fólk að fara yfir götuna allstaðar eða er ekki næga gangbrautir ljósar eða skiljiði, er vandamálið bara eftir allir götunni eða á einstökum punktum? Og ég held að vandamálið sé það að bílar, gegnum akstur hefur að öllum líkindum aukist. Þetta var gott og æskilegt að mæla þetta allt saman, en gegnumakstur er töluverður og það er alveg ljóst að mikill fjöldi bíla ekur á hratt og stökubíll ekur fáránlega hratt. Stökubíll er að aka 60-70 á milli, það er einhvern veginn, sumir bílar eru bara þannig hannaðir og gatan er það löng að það er til dæmis auðvelt að bara gefa í á milli hraðahindrana. Of hár hraði er vandamál þar sem mikið er gangandi vegfarendur, en ég get ekki séð að það sé á einhverjum einum ákveðnum stað og það liggur ekki fyrir nein verkfræðileg úttekt á því að einhver einn staður sé verri en annar eða hvað það er. Ég held að sé skynsamlegast í rauninni núna að við sendum þetta svona frá okkur og við nefnum sérstaklega skipulags- og samgönguráð að það sé hvatt til að taka erindi til greina, en að við sem ráð séum kannski ekki með, þú veist, við viljum fá svona fýlukallaljós og við viljum fá þarna og eitthvað svona, vegna þess að það svo líka allskis forsendur til grundvellar og jafnræðisreglur og fleira, en við viljum allavega fá við viljum að ráðið taki erindi til greina og komi með hugmyndir á lausnum. Ég meina, Hólmgarður gerði svipað og það er ekki skóli í þeirri götu, en hins vegar er vissulega íbúðir beggja vegna götunni og íbúar í Hólmgarði fengu það í gegn að gatan var lokuð í annan endan, hún er lokuð réttarhólsmegin, sem þetta gerir ekki annað en það að íbúar í Hólmgarði þeir keyra Hæðargarðinn og auka umferðina töluvert þar. Þannig að ég meina ein leið gæti verið þá að loka Hæðargarðinum Grensásmegin. Ég meina það er allskis lausnir í boði, en ég veit ekki hvort það sé alveg okkar að tíunda eða ákveða bestu lausnir að koma okkur niður á hana. Í mínum huga, þetta er gríðarlega mikilvægt að vekja athygli á þessu máli. Það hins vegar fríar okkur ekki undan þeirri ábyrgð sem erum að fjalla svona mál, að við hugsanlega í einhverjum lausnum til þess að segja, í stað þess að segja, heyrðu, við ætlum ekki að benda á neitt, við ætlum bara að láta einhvern annan mann út í bæ, í borginni einhvers staðar, koma með einhverjum hugsanlega hugmyndir og annarkort er það að lækka umferð eða loka á götunni. Það er kannski eitthvað pínlítið þar á milli sem ætti að gera strax, Og ef það er svo að bílarnir aka hratt í allri götunni, þá er það nú frekar vísbending til mín að hraðahindrandi svona hækkanir, þær eru bara ekki á nógu mörgum stöðum. Það keyrir enginn bíll að hratt alla götuna á augljósum ástæðum ef það er fyrir hendi.
og fýlukallinn sem dæmi og líka það, hvar að helsta slysatíðnin á götunni, skiljiði. Þannig að ég ekki að segja að við ættum að koma með ábendingum svona, en nákvæmlega hvaða hver, vegna þess að við höfum ekki forsendur til þess. En punkturinn þessi að það verður kannski sett upp, það nærtækar lausnir eins og fýlukallinn, það náttúrulega augljóst í mínum huga. Og þar á eftir eru hraðahindranir og tjekking á því hvort það þurfa að vera blikkandi gangbrautir. Mér sýnist að röksemdin fyrir blikkandi gangbrautum, þetta var í fréttunum daginn og það búið að setja það upp og gott einhver pening, að göngumynstrið á þessari götu út af bæði barnaskólum, eldri borgurum og fleira, ef það ekki nauðsynlegt þarna, hvar þá? Þannig að það mörg svona atriði bara nærtæk sem mætti gera, skilur tiltölulega fljótt og ekki fyrir mikið pening. Já. En ég held að sé alveg að ég held að sé að í bókuninni mætti benda á nærtækar aðgerðir sem ætti að koma fljótt í framkvæmd eins og. Er þetta ekki kallað hraðavaraskilti? Jú. Já. Þannig að við þurfum ekki að senda bara blankó ábendingar eitthvað út í einhverju nefnd, sko. Það alltaf, sko, vistgata er sko miklu stærri ákvörðun, það svona skipulagsmál. Svo eru svona, sko, aðgerðir sem geta komið inn mjög hratt. Það eins og svona hraðavarasaðgerðir, svona skilti. Svo eru bara svona ljósastýring og svona, þetta eru bara alltaf stærri, sko, aðgerðir. Þannig að ef þið viljið eitthvað gerist strax, þá sko ábendingavefurinn og svona hraðavaraaðgerðir sko svona fljótlegasta leiðin og í bili og svo hægt að vinna áfram þá einhverjar aðrar leiðir á meðan. Sko já. Hraðavaraðgerðir og fýlukallinn, en þetta tiltölulega augljóst og maður kannski benda á einhverjar skjótvirkaðar aðgerðir sem væri hægt að grípa til, svo sem, ég veit ekki hvað þessi fýlukallinn kallaðar, og hraðavarahindrun, vegna þess að stundum eru hraðavarahindranir bara að skrúa niður í götuna. Við fórum foreldrafélagið alveg í heljarinnar samstarf með Samgöngustofu og dreifðum endurskinsmerkjum á nemendur í Breiðagerðisskóla, bara af því að maður með svo mikið hnút í maganum bara að þau séu ekki að sjást og svo verið að aka þarna alveg. En mér finnst það í svona bókurgjafa, sko, það ekki gegn því, en eins og erum við ekki að krefjast eitthvað. Það bara nærtækar skammtíma aðgerðir eins og þessi fýlukall eða hraðahindranir sem mætti drífa í gang við fyrstu hentugleika eða hvaða orðalag sem notaður því. Mjög sniðugt að foreldrafélagið sendi inn í ábendingavefinn fyrir sína hönd svona tillögu. Mér hefur samt fundið sko ábendingavefurinn virka best fyrir, það hættuleg hola, það eitthvað sem þarf að redda, það eitthvað, en hérna erum við í rauninni að tala sko, hugsanlega allt upp í, sko, hugsanlega fleiri hraðahindranir upp í svona ljós, en við erum líka að hugsa að, eins og ég skil þetta, að það sé verið að horfa á þetta svolítið heildstætt og þetta gæti verið þá stærri ákvörðun eins og til þess að loka götunni í miðju eða við Grensásveginn, það gæti verið einhverja stærri ákvarðanir sem liggja undir og þá kannski svolítið hæpið að fara að gera eitthvað og hætta við og fara svo að gera meira. Það svona, það pæling. En sko, punkturinn þessi. Tökum tvö dæmi. Menn ætlaði kannski að lækka hraðan eitthvað frekar. Ég ekki víst að fólk fari bara eftir því, skiljiði. Og það ekki verið önnur spurning líka. Þessar litlu kostnaðar sem það gerir eins og hraðahindranir sem að skrúa niður í götur og gróskallinn. Af hverju má ekki grípa til þeirra tiltölulega fljótlega án þess að fara að loka götunni? Það er ekkert annarkosti eða, sko, loka götunni eða ekki neitt annað, sko. Já. Einhverju fleiri, Hilmar eða Gústaf, viljið þið leggja orð í belg? Er einhver gangbraut merkt þarna á þessari götu? Já, hún þarna beint á móti, sko, hún beint á móti leikskólanu Jörfa, þar þrenging og gangbraut. En ég held bara svona,
til svona ámstíma litið er ég bara sammála þér Dóra með að það þurfa að fara í einhverjar aðgerðir eins og þetta hönnun götunnar sé þannig að það sé ekki hægt að aka svona hratt og ég held að þessir umferð þessi skilti, broskarlaskilti ég held að þau hafa sýnt að þau gerir bara mjög mikið. Ég veit til dæmis að þetta verður gert í Vesturbænum, núna ef þið keyrið við háskólann þá blikkar á mann 40 og það hefur bara gert ótrúlega mikið fyrir umferðarhraðann þar. Það þarf oft mjög lítið til en mér heyrist líka bara á að það sé þessi gegnumakstur og það þarf eiginlega bara að gera hennar gegnumakstur óaðlaðandi. Ég held að það sé algjört líklega. Já, það getur vel verið eins og Baldur segir, ef það er bætt við, allavega 2, jafnvel 3 svona ískrúum hraðahindrunum að þá er þetta eins og þú sért að hossast yfir hálendið, að fara hérna í gegnum götuna og þeir langar ekkit endilega sérstaklega til þess. En ef þú átt götunu og ert að fara með barnið á leikskóla eða ef þú ert eldri borgari eitthvað, menn þá gerur þú bara að þú átt erindi á staðinn og ferð þá bara á þeim hraða sem að þessar aðstæður myndu krefjast. En spurningin er kannski núna hvort við eigum að breyta þessari bókun og þá hvernig. Kannski afstöð viðbót, ég ætla ekki að tala mikið þetta. En með mér heldur ekki að gleyma því í öllum svona aðferðum framkvæmdur og svona og það er líka hollt að hafa það í huga. Ef einhver leið er lokað, þá bara vext kannski hugsanlega þrýstingurinn á aðra leiðir sem opnar. Þannig að það var bara vandamáli flutt til. Það er ekki halleluja hókus pókus að loka götu. Og hins vegar held ég, og ég þekki þessa hraðahindrun nokkuð vel, þær eru mismunandi og þær sem eru ískrúaðar, það keyrir enginn hratt yfir svoleiðis, ekki að vilji bara skemma bílinn. Já, það er alveg sjónarmið það sem mér dettur bara í hug svo hugsun sem komið upp, vissulega ef við gerum gegnumakstur meira óaðlandi gegnum Hæðagarðinn þá fer umferðin eitthvað annað en þá fer umferðin ekki götu þar sem svona mikið það eru við erum að tala 3 skóla, við erum að tala leikskóla, Breiðgerðisskóla og Réttarholtsskóla sem er eitt stærsti unglingaskóla á landinu, þannig að það er bara mjög mikil umferð og þá er það alveg til þess verðandi að færa umferðina annað, þá sennilega meira á Bústaðaveginn eða Miklubrautina. Það sem er ekki svona mikið skóla og gangandi vegfarandi og svo við gleymum nú ekki gamla fólkinu líka sem er oft svona ekki sérstaklega gengur kannski ekki mjög hratt yfir götuna þegar það er á annað borð að fara yfir, þau eru oft svona hægari ekki alltaf en þannig að það er svona bara ein vangavelta sem kemur upp að þú veist, þó að það minnki gegnumakstur og þá er það alveg svona réttalætanlegt sjónarmið að færa aksturum úr þessari götu og eitthvað annað það sem er ekki skólar bara við götuna. Já, en til þess að hafa ábyrgðina á báðum öxlum alveg og það er mikilvægt, þá er ljóst að ef menn ætla að gera það þá verður menn líka að sýna fram á að það sé ekki að vera auka áhættuna í einhverju næsta hverfi. Þannig að það er bara punkturinn. Hins vegar þetta skammtímaaðgerðir núna með þessum ískrúðum hraðahindrunum og ljósi, þá er búið að stíga mjög stórt skref held ég, sérstaklega með þessum hraðahindrunum, að hraðinn þarna verði ekki hár. Og plús það að mann þarf að tékka þessi slys, hvar eru þessi slys, eru hugsanlegt að koma hérna gangbrautar, lýstri gangbraut, skiljið. Þannig að þetta eru skammtímaaðgerðir sem er hægt að gera tiltölulega fljótlega og hratt og ekki bjúrókrat. En ef við víkjum aftur að bókuninni, viljið þið breyta henni? Það verður æskilegt að hún myndi ýja að svona lausnum, að þess að mann sé að segja fyrirfram hvað á að gera. Og síðan er það bara annar að taka að meta það.
Hvað segir þú, Beta, sem ert svona stendur fyrir þessari bókun? Já, ég svona bara að velta fyrir mér, mér finnst þetta, við þurfum að líta í einhverju langtímalausn og mér finnst margt komið til greina en það akkurat sko þessi spurning hvort maður að benda á það sérstaklega eða svo ef maður líka svona velta fyrir sér hvort það hafi verið gerðar einhver staðar í borgarlandinu einhverjar aðgerðir sko til reynslu. Ég að velta fyrir mér eins og göngugatan á Laugaveginum, einhverja ekki dýrar lausnir til að sjá hver hegðun fólks sé sko. Hvort það sé hægt að prófa sig eitthvað áfram. Maður svona... Já. Sko, það stendur... Mér finnst sko, þurfum við, sko við erum náttúrulega búin að setja sko ítrekaðar bókanir fyrir í hverjum yfir höfuð. Sko skipulags- og samgöngusvið náttúrulega að vinna í strengingum og leiðum til þess að þau þekkja leiðir til þess að hægja umferð. Við erum bara sérfræðingar í því. Þurfum við eitthvað að vera tíunda eitthvað? En getum við kallað eftir hugmynd frá þeim? Þessi bókun, sko, hún hún vísar á erindi sjálft sem auðvitað töluvert sko lengra og ítarlegra og þessi dagskrárliður auðvitað svona hann á forræði Foreldrafélags Breiðagerði, þau að koma með þetta erindi og það vísa þarna í sko já, ég veit það ekki, ég eiginlega tek undir með Gústaf sko að það hvað að taka erindi til greina og erindið lengra og þar það 10 töluvert vel. En það sem að ég myndi kannski vilja breyta einhvern veginn að sko, og ég talaði við Heimir en að því vorum aðeins að kasta þess á milli okkar og þetta tillagan sem liggur fyrir en ég vildi setja eins sko að skipulags- og samgöngur eða hvatt að taka erindið fljótt og vel til greina, eitthvað svoleiðis og koma með lausn. Koma með lausn hið fyrsta, eitthvað svoleiðis, eða koma með hugmyndir af lausnum hið fyrsta. Þannig að það sem ég óttast svolítið að kjörtímabilinu að ljúka og svo kemur þú veist, það þetta sömu, þú veist, embættismenn og starfsfólkið á sviðanum sem tekur við málinu, það auðvitað hættir ekki þó að það sé skipt fólki í ráðum og nefndum, en það alltaf smá hætt á því að svona mál einhvern veginn bara týnist við svona skipti. Má ég spegna? Ég sammála því að hafa einhver svona almenna bókun og biðja tillögur að lausn sem fyrst, svo sem og nefna kannski hraðahindranir og fílukall. En það ekki verið að skaða okkur eða skerða ákvarðanavald annarra þó að við bendum hugsanlega á eitthvað. Já, nema kannski það sem stendur aðeins í mér að sko, ef við gerum þetta að þá erum við kannski mögulega að óska eftir einhverju meðan að annar kostur gæti verið betri sem að þyrfti að skoða betur svo sem eins og að loka götunni í miðjunni eða við endan. Ég ekki að segja að það sé besti kostur en ég bara hef ekki skoðað það nógu vel en og kannski var það spurningum að bara fá umræðu í hverfinu fyrir því og kalla eftir skoðun íbúa með það. Ég svolítið hrædd að ef við förum að segja akkurat þetta og þá verður lokað á eitthvað annað sem að hugsanlega geti verið betri kostur. Aðeins út af þessu, ég geri ráð fyrir því að loka einhverju götum sé stærra mál og taki miklu lengri tíma heldur en þetta. Ef við höfum eitthvað nærtækt, eins og þetta, einfalt og fljótlegt í framkvæmd, þá erum við ekki að taka ábyrgðina af þeim sem ábyrgð bera að fjalla svona mál, hvort á að loka götunni eða gera þetta. Hérna hins vegar verið að benda á skammtíma smáatriði sem eru fljótt í framkvæmd og ef að menn vilja gera eitthvað annað ekki, þá það bara þannig. Skiljið þið? Já. Þú veist, ég held að við höfum öll alveg bara gert mjög vel grein fyrir okkar skoðunum á þessu. Sigurlaug, ert þú með takkana, ert þú með puttana á skjalinu? Já.
Ég legg til að þarna skipulags- og samgönguráðherra er hvatt til að taka erindi til greina hið fyrsta og beita sig fyrir auknu umferðaröryggi grennd við hið fyrsta og hið fyrsta og beita sig fyrir En bara í öllu og ráðið óskar eftir að tillögum brugðist verði við með einhverjum hætti. Já, að brugðist verði við fljótt og vel með einhverjum hætti. Já, þarna síðast. Áhyggjuefni. Nei, byrju bara að loka þetta og beita og svo bara ný setning aftast áhyggjuefni. Ráðið óskar eftir því að brugðast verði við fljótt og vel með einhverjum hætti. Svo sem myndi ég leggja til hvaða hindrunum eða fýlukalli eða annað orð eða með öðrum aðgerðum sem hægt að koma fljótlega í framkvæmd. Brugðust við með einhverjum prófið bara, við erum ekki búin að endanlega með einhverjum hætti. Svo sem? Já. Hraðahindrunum Svo sem fleiri hraðahindrunum. Já, eða fýlukalli ekki fínt orð yfir hann. Nei, það er Þetta er á eitt svona orð sem er bara hraðavara aðgerðir. Það er bara svona samheiti yfir alls konar leiðir. Já, við verðum meira að vera konkrétt. Hraðavarar með ljósum. Hraðavara aðgerðum er það. Já, svo sem. En hvað með þá bara svo sem með hraðavara aðgerðum? Til að sporna við óæskilegri umferðarhegðun hæðagarðinn. Eða bara ofhröðum akstri. Já. En má ekki nefna þetta hraðahindrun og fýlukall? Ég styð allavega hraðavara aðgerðir. Það er svona aðeins breiðara. Að því við erum að segja bara sem fyrst. Og sleppa fleiri, bara. En ef við segja, fyrir ekki að þrátta svona mikið en ég pínundir lausnarmiðar og drífa bara hlutin í gang og framkvæmd svo sem með hraða aðgerðum, svo sem, hvað heitir þetta, hraðahindrunum og ljósvörnum eða ljós. Hraðavara aðgerðir er samheiti yfir allar þessar aðgerðir. Það er hraðahindrun. Já, en punkturinn er sá að ég vil vera meira kílómetra mælarnir og ljóskýringar. Já. En ef við setjum má ég koma eina hugmynd. Með einhverjum hætti, svo sem hraðahindrunum, fýlukalli í ljós, ef þið er ekki betra orð, eða öðrum hraðavarnaraðgerðum. Setjið bara þetta konkrétt þarna undan, þannig að það er bara málfrelsi. Það er ekki verið að binda hendur neinnar. Hraðahindranir, þetta er lausnarmiðað. Hvað segið þið, Gústaf, Hilmar og Beta? Ég held að hraðavara aðgerðir sé bara, ég styð þá setningu. Já, þetta fangir þetta bara alveg, finnst þetta fínt. Ég líka. Ég er búin að vera að googla mér aðeins þetta. Þetta er heitið yfir. Já, í ljósi þess að þetta erindir á ábyrgð Betu og hún er forsvari foreldrafélagsins að þá ætla ég að styðja hennar. En þá spyr ég eitt í viðbót. Hvað með hraðavarna aðgerð óhröðum akstri bara á næstu vikum. Þetta er ekki til framkvæmdar á næsta vetur, Setja tímapress á þetta? Já. Á þessu? Á næstu vikum. Og að ráðið á þessu kjörtímabili. Og ráðið fái svör á þessu kjörtímabili. Það er bara komið því í framkvæmd á þessu kjörtímabili. Já. Gott kosningamál. Já. Það er kannski fyrir ekki að allilega vekja athygli á því að það er til umferðisöryggisáætlun Reykjavíkurborgar
2019-2023 með fullt aðgerðum og meðal annars að tryggja raunhraði fyrir framan skóla og íþróttasvæði og miðstöðvar og þverunum og leið þangað sig ekki hærra en 30 km/klukkustund. Það er bara spurning, hvar er Breiðagerðisskóli í röðinu og það sú gata? Já. Það var nú gaman að fá kynningu á því. Hefur ekkert verið skoðað að setja eins og í Hveragerði svona snjallljósa gönguljós. Ég held að það sé rosalega sniðugt. Þegar krakkarnir koma að gangbrautinni, það er bara kveikna ljós og... Það kostar 10 milljónir. En hvað kostar eitt barn? Já, nei, ég sé þetta, sko, skilurðu, ég er alveg sammálaður. Og þess vegna það var ástæðan fyrir því að ég vildi vera meira konkrét. Ég nefna þetta og nefna gangbrautina og síðan erum við ábyrgðin hjá öðrum. Út af því að til þess að maður stundum í svona alls konar dóti og þá bara kemst ekkert í framkvæmd vegna þess að menn ekki nógu konkrét. Ég velti fyrir mig hvort það sé betra að segja sko á næstu vikum frekar en að vera að tala kjörtímabilið, hvað haldið þið með Sigurlaug og Kristinn? Einhvern veginn, þú veist, kjörtímabilið tengist auðvitað einhver svona, þú veist, einhverjum pólitískum breytingum, en það er ekki málið hérna, ég þess vegna er aðeins að velta fyrir mér, þú veist, ef við segjum á næstu vikum og þá erum við líka með pressu sem tengir samt ekki einhverjum, þú veist. Fyrir skólalok? Já, sko, það er þetta að skrúa þessar hraðahindranir niður á einu degi. Það er lok apríl. Já. Þetta eru þessar hraðahindranir sem eru svona eins og kassi. Svona steypa sem fyrir onni malbyggi sagað út fyrir og eða ekki? Eða skrúa niður sem eru gúmmíhindranir. Já, þetta eru gúmmíhindranir, já. Já, einmitt. Það spurning í staðinn fyrir að standa á næstu vikum og segja bara sem fyrst. Í lok apríl. Já, mér finnst samt sko næstu vikum eitthvað, sko, mér finnst það sko meira konkrét því að sem fyrst geti verið túlkað bara næsta haust, fyrir skólabyrjun næsta haust. Það er einhver sem geti sagt að þetta er bara fröð afgreiðsla að ætla að gera þetta í september eða eitthvað. En alltaf þessi setning hérna, skipulags- og samgönguráði hvatt til að taka erindi til greina þeir fyrsta og beita sig fyrir auknu umferðaröryggi í grennd við Breiðagerðisskóla. Þetta er sko, seinasta setningin er svolítil endurtekning en hún er bara svona ýtnari fyrir vikið sko. Hún er meira konkrét, þannig að þetta farið ekki frá einni nefndin í aðra sko. Já. Erum við ekki sátt við þetta? Erum við ekki bara sátt við þetta svona þá? Jú. Búin að tala okkur niður á þetta. Gott mál. Heyrðu, þá hérna sjáum við til, býtum við. Búin að tína hérna fundinum. Það var fundadagatalið? Já, þá er þetta erindi afgreitt að fundadagatalið, það er nú aldeilis hérna einfalt. Það er bara spurning að breyta maífundinum okkar sem er seinasti fundur þessa ráðs sem er svona skipað eins og það er núna. Til 25. maí í staðan fyrir 27. maí vegna þess að sá dagur er uppstillingardagur og ekki viljum við nú vera að funda þá, það er því guðlast. Sitjum við alveg fram yfir kosningar? Hvenær eru kosningarnar? 14. maí. Já, ég held að skipað í ný ráð á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar 1. júní. Já, ég held það nefnilega, held að segja þannig sko. Þannig við einhvern veginn erum að dingla þarna í maí, þrátt fyrir kosningar, síðan einhvern veginn verður þetta alltaf maður geirnelt á borgarstjórnarfundi og þar með er þetta okkar seinasti fundur. Heldur verður nú að reyna að hittast og kannski taka tap úr flösku eða allavega að skera kökusneið eða eitthvað. Haldið búið okkur sjálf. Hvernig væri það nú? Þannig að þetta er í rauninni bara einfalt. Ég gerir ráð fyrir að Já, þetta er miðvikudagur, 25. maí. Já, er þetta ekki bara samþykkt? Alveg, flott. Já, ok. Gott mál, þá er það komið og næsta mál er þá þessi lokaði liður og þá
þýðir það að við rjúfum útsendingu þessa fundar og þökkum þeim sem að kunna hafa hlýtt á fundin, íbúum í hverfunum og nú ætlum við að fara að fjalla umsókn í hverfisjóðan sem þeir fundarliðir eru alltaf lokaðir. Þú lætur okkur vita, Sigurlaug. Og slekki á streyminu. Jep. Þá það í rauninni